Varðandi varaformanninn, þá verð ég að segja að þau lán sem þar að ræða eru auðvitað fullkomlega óeðlileg. Þau eru sem sagt hluti af óeðlilegum launakjörum sem fyrirfundust innan bankakerfisins. Þetta hins vegar ekki lán sem Þorgerður sjálf tók, þó að það sé lán sem fylgir auðvitað í þeim hjúskap sem hún í. Ég ætla að gefa Þorgerði tækifæri til þess að svara betur fyrir það sem þarna á ferðinni og ég veit hún vill gera það og hún ætlar að gera það frammi fyrir trúnaðarmönnum flokksins núna strax helgina. Bankarnir, Baugur og FL Group eru meðal fyrirtæki sem styrktu stjórnmálamenn fyrir prófkjörflokkana fyrir sveitarstjórnarkosningar 2006 og alþingiskosningar 2007. Þetta vitum við vegna þess að frambjóðendur sem tóku þátt í þessum prófkjörum upplýstu ríkisendurskoðun það, þó ekki allir, því að lista ríkisendurskoðunar eru nokkri stjórnmálamenn sem hafa ekki gefið upp hverjir styrktu þá. Meðal þeirra Guðlaugur Þór Þórðarson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins sem fékk langhæstu styrkina samkvæmt ríkisendurskoðun eða tæplega 25 milljónir króna fyrir prófkjör innan Sjálfstæðisflokksins fyrir alþingiskosningarnar 2007. Hann hefur sagt að hann veit ekki hvaðan styrkirnir komu, þannig að hann viljað hafa fyrirkomulagið. En Guðlaugur Þór hefur ekki enn þegið boðum að koma í þáttinn, en Bjarni Benediktsson, formaður Sjálfstæðisflokksins, hann í hljóðstofu Ríkisútvarpsins á Akureyri. Hefur þú rætt við Guðlaugur Þór eftir að þessi umræða fór af stað að nýju þessa styrki? Ég hef ekki átt samtal við Guðlaug þessi mál eftir að rannsóknarskýrslan kom út, ekki nema bara sem einn af þeim sem situr í þingflokki Sjálfstæðisflokksins og við þingflokkin hef ég sagt að það séu ýmis mál sem að menn þurfi að skýra og það sé kallað eftir upplýsingum og við þurfum öll að mæta kröfunu það. Þannig að þú kallar eftir upplýsingum frá Guðlaugi Þór meðal annars hverjir styrktan eða hvað? Ég kalla eftir skýringum á því sem hægt að skýra. Já, hér hafa engar reglur verið brotnar. En ég heyrði formann Sjálfstæðisflokksins tala það í gær í fréttum að þeir hefðu sjálfur sér ekki brotin hennar reglur. Þeir hefðu farið öll eins og átt að fara. Vitið það, mér finnst þetta einhver ömurlegasta afstæða sem ég heyri. Vegna hvers? Jú, það er vegna þess að það eru 90.000 Íslendingar sem veit ekki málungu síns matar á næstunni, eru örgar. Þessi tala var kannski 20.000 áður, en núna er þessi tala komin fyrir 30.000. Þetta eru fjölskyldur sem ekki eiga fyrir framfærslu sinni. Og hvað kemur það orðum formannsins hér í morgunútvarpinu í gær við? Já, það er þetta á hverju bera menn ábyrgð. Á hverju bera menn eiginlega ábyrgð? Hafa þessi menn enga ábyrgðartilfinningu gagnvart þessu fólki sem búið að steypa í slíka glöndum. Nú er það þannig að við erum hér að tala tímabil sem þann tíma þar sem engar sérstakar reglur giltu og ég get fallist á það að þetta var óheppilegur tími í þeim skilningi að hlutirnir fóru dálítið úr böndunum. Allir þeir sem eru efstir á lista þeirra sem mesta styrki þáðu hafa fallist á það að þetta hafi verið komið út í að hálfgerða vitleysu. Það á líka við Guðlaug Þór og aðra þá sem hafa mest verið í umræðinni. Það er enginn að gera ágreining það að þessi hlutir fóru úr böndunum. Þannig að með öðrum orðum þér finnst til dæmis að þykja 25 milljónir í styrki ekki verið í lagi? Já, ég held að flestir sjálfstæðismenn í Reykjavík séu sammála það að við viljum ekki halda prófkjör þar sem menn þurfa eða eru að kosta slíkum upphæðum til. Ég hef aldrei verið að vera rof á þessa útrás. Ég fannst hún alltaf vera mikið furðuverk. Að ljúga að öðrum er ljótur vani, að ljúga sjálfum sér, hvers manns bani. Guð blessi Ísland.